Jæja Arnar, þriðji leikurinn þinn og rauninu bara 1 stig komið. Hver svona þín upplifun eftir þessa fyrstu 3 leiki? Það bara, svona, ég vil segja ýmislegt, já, það mjög margt gott og svo ákveðnir hlutir sem ekki nógu góðir. Kannski sagt á svona sóknarþriðjung, á svona vantar aðeins upp á svona ákvörðunartöku og kannski svona meiri gæði að slúta hlutum. Svo náttúrulega bara liði kannski í svona smá basli að gera smá mistök og ofta tíma þannig þá okkur refsa fyrir það. Mér fannst svona leikurinn í dag svona tiltölulega jafn. Mér fannst við byrja betur en þeir og fáum hérna 1 eða 2 hörkufæri og svo koma þeir svona síðasta korterið í fyrri hálfleik, skora markið og fá okkur 1-2 svona skotsensa. Það eiginlega mest allt þegar við erum svolítið að tapa boltanum og gefa þeim þetta upp í endurnar. Svo fannst mér þeir byrja seinni hálfleikinn betri en við. Fyrsta korterið voru þeir betri og við vorum svona, já, ekki nógu góðir á boltanum. Svo fannst mér okkur vinnakurinn vel inn í leikinn og skora hérna sanngjarnt, jafna og svo bara gerum við mistök í öðru markinu. Við erum að reyna að gera bara eins og við vorum að gera þarna leikinn. Spila út og það bara eru mistök. Okkur refsað. Og svo fannst mér bara að menn leggja allt í söluna að reyna að jafna. Það bara gekk ekki. Einmitt. Talandi ákvörðunartökur, nú voru bæði mörkin þannig að var að spila út í vörninni. Þið missið boltann, kemur pressa frá Þrótti. Já, fyrra markið var, þá vorum við raun og veru búnir að losa og erum raun og veru svona búin að koma okkur í stöðu og svo verið að spila, eins og ég man, þá vorum við komin með boltan upp og svo erum við aftur, tökum einhverja þversendingu sem étin og auðvitað þetta bara dýrt en það verið að reyna að setja í bákun á hluti og stundum geta hluti klikkað og það bara eins og í fótbolta, maður getur ekki verið vondur þegar menn að reyna að gera réttu hluti. Maður getur verið vondur þegar menn ekki að leggja sig fram og mér fannst með mér að leggja sig fram. Það nú kannski svona númer 1, 2 og 4 og svo reynum við að skerpa á þeim hluti sem við kannski getum bætt, betri ákvörðunartökur. Mér fannst þið ofta tíma komast í fínar stöður og erum átt að jafna hann í lokin. Svo náttúrulega erfitt að fá 2 gul spjöld snemma á 2 miðjumenn sem eru mjög aggressífir. Það aldrei gott sko, en svo var þetta, ég veit ekki, guldspjaldan í lokin eða ekki þarna á Ragnarbra. Mér fannst hann vera að reyna að koma ekki við hann sko í því, en ekkert í því að segja, það bara eins og það. Talandi gulspjöld, nú fannst mér Emil að tæpast af að í fyrra hálfleik. Var á gulu og braut af sér í tvígang eftir það. Já. Var eitthvað svona hugsun á þér að taka hann út af í hálfleik? Eða hafa þeir engar áhyggjur á honum? Já, alveg, þú veist, maður veit aldrei, þú ert komið gulspjald, þá er það nú yfirleitt reglan að þú reynir að standa í lappirnar og ekki gefa dómurinn færi á því að gefa þér annað gulspjald. Þannig að ég veit ekki hvort hann hafi náð honum hérna, þetta er alltaf ekki svona að tala en klárlega þá ert að gefa færi á þér og það er aldrei gott. Þannig að við ræddum það náttúrulega bara að menn þyrftu að passa sig og ef menn voru ekki 100% alltaf að standa í lappirnar. Þannig að mér fannst þeir gera það mjög vel, þeir voru að passa sig og það kom eiginlega ekkert og atvikið í blálokin, þá sér maður að Ragnarbær er að stoppa og hann er að passa sig að koma ekki við hann. Þannig að svo er það bara vald dómarans að Raggi var ekki búinn að gera neitt í seinni hálfleik, hann ekki búinn að brjóta af sér, hann var helviti aggressífur í fyrri hálfleik, þannig að það er bara svo það er. Svo kannski 2 ljósu punktar sem mér fannst. Númer 1 þá voru það ofboðslega sterkir í föstum leikatriðum. Ég taldi einhverja 5 skalla sem Orri átti í leiknum og hefði getað skorað. Og markið kemur úr föstu leikatriði. Þannig að þeir eru sterkir þar. Svo fannst mér líka Óli í markinu átti stórleik. Já, en sko hann átti þarna nokkrar vörslur en sko ég held í fyrri hálfleik, ég held að hvort það hefði verið 3 eða 4 vörslur og hvort það hefði verið eitthvað svipað. Mér fannst eins og ég sagði, byrjun á seinni hálfleik þá töpuðu boltann okkur sem þeir komast í upphlaup og eiga 2-3 skot á 16 metrar og einu sem það sem Ásgeir eldir hann alveg, hann tippar yfir Óla, hann bjargar honum svona rétt á hann að boltinn er að virka þetta hann sem var að fara yfir línuna en svona heilt í mér fannst bara bragurinn, við vorum að komast Guðmar hérna frábær sending bara að breyka yfir fyrir þar sem ég held að Guðmar hefði getað tekið boltann niður
Ragnar Bragi hérna í blálokinn og Ásgeir hérna í dauðafæri í fyrra hálfleik. Þannig að, veist, svona tiltölulega kaflaskiptur leikur fannst mér, en tiltölulega jafn, en fer með Þrótturum. Einmitt. Þannig að þú svona horfir bratt fram á veginn fyrir næstu leiki. Já, ánægð með spilamennsku liðsins. Já, ég sé margt jákvætt, en auðvitað viltu sjá stigin og þeim fækka leikjunum. Nú er þessi 7 leikir eftir og við erum ekki á góðum stað. Það er alveg klárt. Við þurfum ykkur, segir 6-9 stig, alveg klárlega og helst meira. Við þurfum helst að fara í 22-3 stig og við erum 11 stig núna. Þannig að við þurfum helst að tvöfalda þessi stig sem við erum með og höfum 7 leiki í það. Þannig það er bara næsti leikur og það er eitthvað klísja, en það er bara alltaf þannig í fótbolta. Einmitt. Herru, bara takk kærlega fyrir viðtalið. Ekki máli.